Þótt við séum með alls konar öryggisbúnað í bílnum þurfum við alltaf að vera með athyglina í lagi þegar við keyrum. Við verðum alltaf að vera vel vakandi við aksturinn. Okkur gengur illa að greina hættur, fjarlægðir, hraða og fleira þegar við erum þreytt og við erum mun lengur að bregðast við ef eitthvað gerist. Okkur hættir til að ofmeta eigið úthald. Örsvefnin getur þá læðst að okkur án fyrirvara þegar við þreytumst. Á hverju ári verða fjölmörg alvarleg slys, þar með talin banaslys, sem rakin eru beint til þess að ökumenn voru of þreyttir eða hreinlega sofna undir stýri. Þetta þar af leiðandi stórhættulegt ástand. Eina ráðið við þreytu einfaldlega að hvílast, sofa. Ef við finnum fyrir þreytu eða líður eins og svefnin gæti tekið yfir, skulum við koma bílnum fyrir á öruggum stað, þar sem hann truflar ekki umferð og leggja okkur, þótt það sé ekki í nema 15 mínútur. Við megum auðvitað lúra lengur ef við viljum, en þessar mínútur geta skipt öllu máli. En besta leiðin til þess að koma í veg fyrir þreytu undir stýri auðvitað að geta þess að vera vel úthvíldur áður en lagt af stað. Stoppum reglulega meðan við erum á ferðinni, teygjum úr okkur, hvílum okkur aðeins og gætum þess að nærast vel og drekka nægan vökva. Skiptumst á að keyra og gætum þess að hafa ekki of heitt í bílnum því hitinn slævir okkur og eykur þannig líkur á þreytu og syfju. Og eitt mikilvægt. Það að farþegarnir í bílnum skilji ekki ökumanninn eftir einan vakandi á meðan þeir sofa. Fátt eins svæfandi og hafa sofandi fólk í kringum sig. Höldum vöku og fullri athygli við aksturinn og leggjum okkur í til dæmis 15 mínútur ef við þurfum. Það tímans og lífsins virði. Förum varlega alltaf og eigum góða ferð heim.